Það er mikið að gerast hjá okkur í dag. Við erum hérna í upptekt á gufuaflstúrbínu hjá Orku náttúrunnar og það sem það þýðir er að við tökum þetta á 6 ára fresti. Þá erum við að stoppa túrbínuna og við rífum allt í frummyndir í vélinni og tökum alla íhluti og hreinsum þá og hreinsum alla bolta og allt sem er í henni. Gufan hún flæðir inn á vélina og á löngum tíma þá er að falla út útfellingar á þessa íhluti sem að minnkar nýtni vélarinnar til lengri tíma og það eru slitfletir í vélinni sem að slitna út frá gufu og þegar við erum með ákveðin svona smá dass af raka þá virkar hann bara eins og sandblástur á stál og þá erum við að reyna að laga allt þetta sem hefur skemmst. Þessi upptekt núna hún er að taka í cirka 60 daga. Við erum að hífa heddið af vélinni, sem sagt þetta stóra stykki sem er ofan á vélinni og ofan á rótónum. Það er cirka 23 tonn með leiðiskólunum í og svo hífum við rótorinn úr sem er cirka 20,5 tonn og svo þegar við förum í rafalarótorinn hjá okkur, í rafalan hjá okkur í upptekt, þá er hann cirka 17,9 tonn. Þannig að þetta eru gríðarlega þungir íhlutir sem er að snúast í þessari túrbínu. Orka náttúrunnar er með 11 gufuaflstúrbínur. Svo minnsta er 30 megawatt og svo stærsta er 47,25 megawatt. Svo erum við með 3 vatnsaflsvélar upp í Andakílsárvirkjun sem að þurfa líka á viðhaldi að halda. Það er nefnilega töluvert mikið sem fylgir svona upptekt. Það er þetta sé 190 verkþættir sem að þarf að uppfylla til þess að klára upptektina og stoppið per se. Við erum til dæmis með kæliturna sem er að kæla vatni fyrir okkur. Þar erum við að yfirfara alla kæliturnaviftur og kæliturnin í heild, alla stúta og alla mótora sem eru þar. Og svo erum við að yfirfara líka alla aflrofa og alla spenna sem við erum með. Allt olíukerfið okkar er yfirfarið, allir stjórnlokar. Svo erum við að kvarða skynjara og við erum að yfirfara lofthamidælur og hringrásadælur og alls konar loka. Þannig að þetta er töluvert mikið af verkum sem fylgir þessu.